næsta sem við gerum það að nú ætlum við að búa okkur til spurningabanka og hérna erum við með flipa undir stillingar sem heitir spurningabanki. Þar setjum við okkur upp einhvers konar gagnabanka á því efni sem við erum að fara að kenna. Þetta ansi skemmtilegt fyrirbæri. Nú sé ég hins vegar að ég dottinn út af netinu í smá tíma, ég ætla aðeins að laga það. Þá það komið í lag. Hérna erum við með spurningabankan, síðuna fyrir það. Og við byrjum alltaf á að búa okkur til flokka. Við getum verið með þetta mismunandi en sumir hafa þetta eftir efnisþáttum, aðrir hafa þetta eftir köflum í bókinni. Þetta eru tvær mjög góða leiðir. Ef við höfum þetta eftir köflum í bókinni þá getur það verið þannig að við skiptum síðan í bók og þá ruglast allar spurningarnar. Ef við erum hins vegar með þetta eftir efnisþáttum eða efnisflokkum þá getum við notað gamla spurningar aftur og aftur. En við erum með áfanga, yfirflokkurinn þá ATL 007 og þetta eru þá undirflokkur sem eru þá bara spurningar fyrir námskeið. Upplýsingarflokk, spurningar úr kafla 3 úr kennslubókinni og stofnum þannig nýjan flokk. Síðan ætlum við að förum og búum þá til spurningar í þessu hérna kerfi og við förum þá í Create a new question og fáum þá upp þennan valmöguleika. Þetta getur verið einhverja stærðfræðispurningar, þetta getur verið útreiknaðir fjölvalspurningar, eyðufyllingar. Þetta ennþá mjög flókið fyrirbæri, þú þarft að búa þig til formúlu, þannig að ég hef ekki notað þetta. Ég hef verið að nota fjölvalspurningar, ég hef verið að nota að raða þessu í rétta röð, ég hef nú verið að nota pörunarspurningar, rétt og rangt, ritgerðir, stuttsvör eða eitthvað slíkt. Búum okkur bara til fjölvalspurningu, áfram, þá kemur upp þessi hérna síða og við þurfum að búa til heiti á spurninguna og segjum bara Jón Sigurðsson. Spurningin getur hver var fyrsti forseti hins íslenska bókmenntafélags. Þessi spurning á að gilda 1. Almenn endurgjöf, hérna getur við með, ef þetta kemur rétt, þetta var flott svar hjá þér. Hérna getum við valið ef við erum með 2, 3, 4 rétt svör, þá getum við breytt þessu í meira en 1 svar heimilað. Við getum valið að vera með A, B eða hvernig sem við viljum hafa þetta, valkostur. Búum okkur til einhver svör hérna. Segjum að þetta hérna hafi verið rétt svar, þá bara 100%. Síðan getum við líka gefið ef þau svara vitlaust, þá getum við sagt að það gefur mínustig ef menn svara í raun og veru rangt. Þannig að við höfum hérna ansi marga valmöguleika. Hérna getum við svarað, þetta var flott svar hjá þér eða eitthvað slíkt. Getur verið með 5 valmöguleika, við getum verið 4, það skiptir ekki máli þó við fyllum ekki allt. Samþætt endurgjöf, hérna þessu getum við breytt í íslensku,
fyrir hvert rétt svar, your answer is correct, eða að hluta til, svar þitt var að hluta til rétt eða eitthvað slíkt. Við getum verið með penalty fyrir þetta eins og við erum með. Við getum gefið vísbendingar. Ef við leyfum til dæmis að það megi taka próf 3 svar, þá getum við sett inn alls konar vísbendingar varðandi það. Síðan vistum við breytingar og þá á spurningin okkar að vera til. Hún nú ekki að gúttir þetta hjá okkur. Við settum hérna inn einkunn, en þetta á að sjálfsögðu að vera ekkert. Vista breytingar. Á þennan hátt búum við okkur til spurningabanka. Þá förum við aftur inn í áfangan og inn í spurningunum í raun og veru ekkert því til fyrirstöðu að setja inn myndir eða neitt slíkt. Því ég skoðaði áfangan ykkar hérna Fisktækniskólann og var til dæmis að kíkja á þetta. Þá datt mér strax í hug að við gætum verið með verkefni, svona kannaðu þekkingu þína eða eitthvað slíkt, að það væri hægt að setja inn reglugerðir og eitthvað svona sem krossa spurningar sem nemendur gætu bara verið að prófa hérna þekkingu sína. Sama má segja til dæmis siglingareglunar. Við gætum sett inn myndir, hvað að gerast á þessari mynd, og nemendur hafa síðan 4 valmöguleika og geta prófað sig áfram. Ef við ætlum síðan að setja inn verkefni, nú ætlum við að setja þessa spurningu inn í próf hjá okkur og förum þá hérna inn í próf. Nafn á prófi, hluta próf 1, inngangur, einhver lýsing, hvenær við ætlum að láta nemendur taka prófið. Þetta getum við til dæmis gert bara í tengslum við kennsluáætlun. Prófið verður 15. febrúar 2014, opið frá 9:55 og lokar sama dag klukkan 10. Við getum látið það þannig að það er tímatakmörk, nemendur fá ekki nema kannski 20 mínútur til þess að leysa verkefnið, og þegar prófatíma rennur út tilraunum skilað sjálfvirkt, nemendur fá ekkert að taka eitt annað. Förum þá inn í einkunn. Þetta kaflapróf. Við ætlum að leyfa 3 tilraunir og það hæsta einkunn sem gildir, eða þá að við getum sagt að það eigi að vera meðaleinkunn sem gildir. Röð spurninga eins og það birtist í riðli eða handahófsraða. Við getum verið með 9 síðu hverja spurningu eða hverja 2 spurningar eða allar spurningar á einni síðu. Þetta ráðum við alveg. Hegðun spurninga, við getum raðað valflokkunum innan spurningana, valkosti við yfirlit. Á meðan að prófið stendur, þá getum við nemendur séð hvort þið sé að gera rétt eða rangt. Þetta myndum við kannski ekki hafa, þannig að við tökum hérna strax að prófið tökum lokunni, þá getum við sagt að þau fá að vita hvort þau fá ekki rétt svar, en fá einhverja heildarendurgjöf. Síðar á meðan prófið er opið getum við tekið sama, ekki rétt svar, en eftir að prófið hefur verið lokið þá kannski fá þau að sjá allt. Við getum birt mynd af notanda, við getum verið með aukastafi í hérna sérstakar takmarkanir, við getum sett lykilorð á prófið ef við viljum hafa hérna
eitthvað slíkt. 235, við getum við krafist íbítölu. Hérna sjáum við að skilurstu biðtími. Ef við erum með fleiri en eina tilraun þá getum við sett hérna að nemendur þurfa kannski að undirbúa sig betur áður en þau taka aftur og ákveð þá að þau fá kannski 1 dag á milli tilraun 1 og 2 en síðan kannski 30 mínútur á milli tilrauna 2 og 3. Heildar endurgjöf, hérna bara frábært eða eitthvað slíkt, setjum síðan ef þið fara í 80% þá myndum við segja eitthvað annað og svoleiðis koll af kolli. Almenna stillingar við ætlum að sýna, aðgangsstýring, hérna kemur þetta sem ég að nota töluvert. Þetta vorum við búin að stilla, leyfa aðgang til og einhverna skilyrði að þau verða að vera búin að uppfylla einhver verkefni eða skila einhver verkefni með ákveðnu einhvern. Síðan bara lok viðfangs, nemendur verða að hafa viðfangi sér lokið þegar nemendur hefur fengið einhvern.